Hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Ingólfur. Já. Já, nú ertu komin á línuna. Já. Já, við erum komin hérna að fjalla torfæruna. Það er fjórða umferð sem fór fram núna helgina í Jósefsdal og ég ítti náttúrulega vitlausan takka og núna heyrist allan í mér. Fjórða umferð fór fram helgina og nú er Ingólfur, hann tók þátt og þú varst á lánsbílið, ekki? Jú, ég fekk bílinn hjá Böbbanáðan nóttu til. Já. Já. Með smá ævintýri. Já, hvað kom fyrir þinn bíl? Gangtruflun í honum. Já. Og annarkvort var að vera með á öðrum bíl eða þá vera ekki með. Og þannig var tekin ákvörðun að ringja í Bubba nóttu til. Já. Og hann var til í að lána mig bílinn og eins og maður segja elskulegur að lána mann á hann. Og maður þurfti aðeins að laga hann og ekkert að sofa og hann og svo bara mætti maður og deg á honum og lét allt vaða. Já, þetta er líka ekkert svona eitthvað sem þú slaka bara á að vera á þessu kvikindi? Nei, þetta virkar rosalega þetta tæki og kom með óvart hvað var að hætta að stjórna þessu. Já. Þú þekkti nú aðeins bílinn fyrir það ekki, þú varst búin að vinna eitthvað í honum? Ég smíðaði hluta til af bílnum fyrir hann og var búin að vinna í þessu dálítið. Já. Það er maður búin að gera marga bíla og þetta er allan. Já. Þetta var heldur betur til þegar mikill akstur hjá þér. Já, þú náður að velta bílnum tvisvar heldur harkalegara. Já. Og já, var það ekki í fyrri veltinu? Þá varstu að prófa, hvað kallast það, bara autopilot, að láta hann keyra sjálfan? Já. Fór stýrið? Já, það er málið, það er svona búin til að taka stýra af og á og ég hef ekki sem náða að læsa honum. Hann hef setti stýra á. Já. Og var ekkert varfið að neitt. Og hef þrykkið þá tek ég stýra af og ég ætlaði mér að koma því á en svo náðist það ekki og svo man ég bara ekkert meira. Já, það var allt gefið bara í botnið, ekki? Jú, Já. Svo bara man ég ekkert meira fyrir að ég hef stoppað niður og stýri á. Já. Þetta er hansi gott vídeo þarna að þér, þú tekur stýrið af og svo bara ertu að fara að setja á þegar þú ert búin að velta þarna. Já. Já. Já, ég man ekkert veltuna. Nei. Nei. En þinn eigin bíll, Guttinn, er í borni, svona kallaður? Já. Hvernig er svona ástandið á honum núna? Það er bara sama að vera að reyna að finna út úr í. Það verður gert fyrir Akureyri, það verður búið að finna út úr því og maður mætir sterkur þar. Já, nákvæmlega. Já. En þú náðir hérna þriðja sætinu í sérútbúnaða búlunum sem er bara nokkuð gott? Ég er mjög ánægður. Já. Á bíl sem ég aldrei prófa áður og já, mæti þreyttur og allt saman og næði þessum árangri. Já. Og þú, já, er bíllinn eitthvað skemmtur, lánsbíllinn, eða? Smá stýristjakkur af, ein stífa og demparafesting sem er skemmt á honum. Og svo var bodyið halvónýtt á honum fyrir, en ég kláraði bara það. Já, Já. Og svo, jú, það er málan. Já. Þannig að það er áfram svona vinna framundan hjá þér? Já, svona smáttir í. Já, á tveimur bílum? Já.
maður á eitthvað að gera. Já, nákvæmlega. En hvernig var það, hvernig stóð það til að þú fattar allt í að reyna að ringi í Guðbjörn út í Noreg? Já, ég var eitthvað fúll. Já. Það ná ekki mínum lag og búin að leggja alla vinnu og vera alveg á fullu og langaði að vera með og Bubbi er góð vinnur og já, hvað að prófa að ringi í hann og sjá hvað hann segi. Og þú settir fram á hann að ég elskaði Bubbi? Já. Já. Maður laga sér bíli sinn, maður getur ekki að ætlast til annað. Maður segir maður elskan. Já. Það er alveg. Þetta er svona, eins og maður segir, það er góð hjartaður maður. Já. En þetta voru heldur betur tilþrif þarna og þetta var mjög krefjandi suma brautinnar, frekar svona skuggalegar brautir. Maður þarf að vera hálf klikkaður held ég til þess að leggja í þetta. Já, þetta er svona, í mínum er þetta smáðins. En fyrir aðra svona velna menn sem hafa aldrei og hafa ekki kjark í eitthvað, þá er þetta rosalegt. Já, en þú fyrst þarna titil líka fyrir veltukóngurinn. Já. Og þetta voru heldur betur hressilega veltur. Já, þetta voru slæma veltur. Það var högg, mikla veltur. Og eins og maður segir, það er auðvitað vont en maður er svo öruggur inn í þessu að það er ótrúlegt. Já. Vísu fyrir veltinu þá slöknaði á mér í augnablik. Það er svona eins og maður segir, ég sá svart. Já, nákvæmlega. Já. En þetta var, svolítið krefjandi en nú, hvað ertu búin að vera lengi í kringu torfæruna? Sko, ég byrjaði kringu torfæruna 87, ég var bara smá polli. Og búin að vera í service í torfærunni til öll árin síðan. Með svona smá pásum inn á milli. Já. Og búin að hjálpa mörgum í þessu. Og svo Hannes sem var að keppa á bollabuksunum, hann lánaði með bíl á sinn tíma, 2010 og þá var ekkert aftur snúið. Nei. Ég kaupi hann af honum, bílinn og lagaði hann til og hann spreytti svolítið hverju, keppti þar í götubíla og svo breytti ég honum yfir í sérbúna árið eftir og endur smíða hann aftur árið eftir það og smíða svo nýjan alveg sem sagt núna þetta ári. Já. Og Guttin er búinn að standa sig ágætlega ekki svona í fyrstu 3 umferðunum og núna vildi hann ekki taka þátt bara. Já, hann var eitthvað fúll út í mig. Já. Nei, þetta er bara, getur allt gerst í þessu. Það getur allt bilað að vita af og það er svona má góða dag og má slemma dag í kringu þetta. Tótari. En undirbúningu fyrir svona keppni, þið náttúrulega, þið náið ekki dammilega beint að æfa ykkur á brautinni sjálfu áður en þið byrjaði að keppa? Nei, það er eina sem við höfum bara, það er bara rétt fyrir keppni, það er að skoða brautir bara og horfa á þar og svo er það bara að reyna að dæma út hvernig má fara þar og svo fylgist maður með öðrum hvernig hann fer hana og maður bara læra. Já. Og svo ef maður er fyrstur og þá maður bara að reyna að ákveða hvernig að keyra þetta og svo bara vonast til að hinni annarkort ef maður klúrar í, hinni líka klúri í eða hvernig maður spila bara með. Já. En nú svo eru núna 2 umferðar eftir á Íslandsmótinu sem fer fram á Akureyri 16. og 17. ágúst. Já. Og samhliða því þá var keppt á Fía Nes meistaramótinu sem er náttúrulega bara heimsmeistaramót. Já. Þetta er eins og maður segja, það er 2 keppnir og svo 1 keppni í þessu sama leiti
og það þýr ekkert að vera slagur annan daginn og taka svo þátt hinn daginn, maður vera báða dagana á fullu. Já. Þannig að verður þú kannski bara með báða bílana klára? Nei, ég sko, Bubba bíl verður klár og Bubbi verður klárunum. Já. Og ég verður á mínum. Það maður getur ekki keppt á 2 bílum í einu. Nei, nákvæmlega. Og út af þetta ein keppni í fyrir erlendamótinu, íslenska erlenda, þá verður maður að vera alltaf saman bílnum. Báða dagana. Já, nákvæmlega. Þetta verður, eins og maður segja, það eru 4. En ég vil að við Íslendingarnir við sigurum útlendingarna. Já. Sama hver er. Er þetta sterkir keppendur sem koma þá frá öðrum löndum? Já, þeir eru mjög sterkir orðinu. Mjög erfiðir. Já. Og þeir eru með góða hluti. Já, nákvæmlega. Já. Ingólfur Guðnason, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og viltu leggja ykkur kveðju í lokin eða? Já, ég bara þakka stuðningnum frá öllu servicemönnunum og sem að hjálpuðu mér á keppninni hjá Snorra og þeim, þeir hjálpuðu mér líka og eins og maður segir, það hjálpumst allir að. Já, nákvæmlega. Það og ég, eins og maður segir, bara sem komu í kringum hann, bara góða kveðjur. Já, nákvæmlega. Já. Og allir á Akureyri? Já, það verður fínt þar. 16. og 17. ágúst næstkomandi. Já. Alvöru fjölskylduskemmtun og alvöru tilþrif. Já, það verður gert allt. Þetta verður alvöru. Nákvæmlega. Bestu þakkir, Ingólfur. Já. Hvað sagður? Ég þakka. Já, Ingólfur Guðnason hérna flottur ferð, en það var náttúrulega, heldur betur margt mannin þarna, því 1000 manns mættu þarna til þess að fylgjast með keppninni, en það var hún tilþrifa mikið og buðu keppendur upp á stökkveltur og mikla ökuleikni. En úrslitin úr þessu umferð var þannig í götubíla þá sigraði Steingrímur Bjarnason á Strumpnum með 1910 stig, Eðvald Orri Guðmundsson á Pjaknum var í öðru með 1826 stig, Ívar Guðmundsson á Kölska var í þriðja með 1826 stig, jafnmörg stig og Eðvald Orri. Og Sævar Már Gunnarsson á Bruce Willis var í 4. sæti með 1787 stig og þessi höfðingjar Orri og Ívar voru hér í síðasta þætti og þið getur hlusta viðtöl við þá á suðurlandfm.is. Í sérútbúinu bílnum við þá sigraði sunnlendingurinn, hverginningurinn Snorri Þór Árnason á Kordrengnum með 1450 stig, Valdimar Jón Sveinsson á Krasshard var í öðru með 1075 stig, Ingólfur Guðnason sem við vorum að spjalla við hérna áðan á Kötlu Turbo Trölli með 941 stig, Elmar Jón Sveinsson á heimasætunni var með 840 stig í 4. sæti, Gísli Sigvatsson á Kubb með 827 stig, Svanur Örn Tómasson á Insane með 725 stig, Helgi Gunnarsson á Gærunni með 680 stig og Haukur Einarsson á TAS með 360 stig. En Svanur Örn Tómasson fekk tilþrifaverðlaun í sérútbúna og Steingrímur Bjarnason í götubílaflokknum. En þess má geta að síðustu 2 umferðinar á Íslandsmótinu fara svo fram á Akureyri 16. og 17. ágúst og samhliða því verður keppt í FIA NES meistaramótinu, það mót jafngildir heimsmeistaramóti og það er von á 9 ökumönnum frá Noregi til þeirra keppni og við verðum að vinna í því að fá einni Svía og Finna til að koma, en útlitið fyrir mikla torfæruveislu á Akureyri þá helgi að gera fyrir alla að fjölmenna á það. Þannig að það er nóg torfærunni í bili, við fjöllum hana náttúrulega það nærtregur Akureyri og förum í gegnum það, en næstur á dagskrá það er Argentínumaðurinn og góðþektur hérna á Suðurland FM, það er Sigurður Sólmundarsson sem verður á línunni hérna eftir smástund aðeins HM í knattspyrnu. ætlum að heyra í honum og Guðlaugu Werner. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Ekki missa af útsölunni.